Góðan daginn, kæri frumkvöld. Það segir gott. Í dag ég með rosalega góðan gest, hann Ólaf frá Genki Instruments og ég ætla svona aðeins að spyrja hann nokkra spurninga og fá aðeins að fræðast þetta áhugaverða fyrirtæki. En ég vil minna ykkur á að við náttúrulega með þetta í beinum útsendingum og ef þið eru að horfa á í beinum útsendingu þá ykkur velkomið að senda inn spurningar eða athugasemdir og ég og Ólafur munum reyna að tækla þær í sameiningu í útsendingunni. En ég vil líka minna ykkur á að núna í lok mánaðarins þá mun ég opna aftur á skráningar í stuðningsnet frumkvöðla sem svona loku grúppa af frumkvölum, hugsa til þess að styðja við hvern annan og hjálpa okkur öðrum að ná árangri og ef þið hafa áhuga að vera með því þá getið þið kíkt inn á frumkvöla.is. En vanalega þá fæ ég nú viðmælendur mína til að kynna sig. En þar sem að ég hef svo gaman af því að taka smá áhættu þá ákvað ég að gera smá tilraun til þess að spila smá kynningamyndband á vöruna hans og við skulum sjá hvernig það gengur hjá mér. And has an abrupt end. Þarna fengu allar smá intro inn í vöruna sem þið eru að selja. Ólafur, velkomin í frumkvöðlaspjallið. Þú kannski kynnir aðeins til leiks og segir okkur aðeins frá fyrirtækinu þínu. Já, takk hérlega fyrir það, Haukur, og bara heiður að fá að spjalla aðeins við þig í frumkvöðlaspjallinu. Já, ég heiti sem Ólafur og einn meðstofnandi Genki Instruments. Fyrirtækið stofnað árið 2015 eftir að ég og félagi mínur rafmagns- og tölvuverkfræði við fáum þessa hugmynd að því að blanda saman því sem vorum að læra í rafmagns- og tölvuverkfræði í Háskóla Íslands við okkar áhugamál sem voru tónlist og úr var þessi hugmynd að reyna að stýra tónlist með handarhreyfingum. Þetta svona upphafið en síðan þá hefur þetta náttúrulega þróast og 5 ár liðið og fyrirtæki komið á allt annan stað og við sem erum búin að koma þessari okkar fyrstu vöru sem heitir Wave og ringur sem þú sýndir þetta fína myndbanda sem leyfir tónlistafólki og pródúserum að vinna tónlist með handarhreyfingum. Þannig að þú getur breytt röddinni með að færa hendina upp og niður eða spila á píanó bætt inn vibrato sem að mörgum píanóleikurum hefur lengi dreymt að gera. Og þetta snýst allt að reyna að gera tónlist og sköpun í tölvu meiri þannig að hann hafi meiri áhrif og getur komið meiri það sem þetta expression, það meiri tjáningu inn í tónlistina. Þannig að það svona grófa pitsið. Grófa pitsið, en þetta nú mér finnst alltaf áhugavert með fyrirtæki sem eru með hardware, eða þar sem að þú ert í rauninni með einhverja tæknilaust sem þarf náttúrulega að fara að framleiða annað slíkt og þetta nú töluvert flóknara maður heldur oft í fyrstu. Hvernig voru svona fyrstu skrefin hjá okkur? Þú veist, hvernig gekk að koma þess af stað? Það hlýtur að hafa verið erfitt að bæði hanna þetta og finna framleiðendur og svona
einhvern veginn koma þessi í gang? Hvernig voru svona fyrstu mánuðirnir og kannski fyrstu 1-2 árin hjá Gengi? Já, sko, ég held að fyrstu mánuðirnir og fyrstu árin hafa bara verið algjörlega upp í skýjunum, sko. Ég held að við höfum ekki gert okkur grein fyrir hvað við vorum að koma okkur út í, sem ég held að sé alveg klárlega þarft þegar þú ert að fara af stað með svona verkefni í fyrsta skipti. Við ætluðum náttúrulega bara búin að vera að koma vörun á markað sumarið 2015, sko. Ég var alveg fastur á því að þetta tæki ekki mikið meira en 3 mánuði að koma vörun út. Já. En hún kom á markað hins vegar í 12. september árið 2019 fyrir að vera rúmu árið síðan. En eins og þú segir þá náttúrulega þetta ferli að koma vélbúnaða vöru, vélbúnaður lúir ekki alveg sömu fellur ekki alveg undir sömu lögmál og hugbúnaður. Þú getur ekki bara sendt út vélbúnaðar uppfærslu á 6 vikna fresti eins og standardin í mörgum hugbúnaðar fyrirtækjum. Heldur þarf að byggja þetta upp. Þetta þarf náttúrulega bara að passa að þetta virki og virki að virknin sé rétt. Svo að passa að þetta uppfylli ströngustu öryggis skilyrði. Þú þarft að finna framleiðendur eins og það myndist á og svo framvegis. Þetta náttúrulega bara gífurlega langt ferli og ég held að þetta reynir á svo mörgum lögum. Þetta ekki bara að útbúa rásir og láta það ganga upp. Þetta líka að þróa hugbúnaðinn og passa hönnunin sé góð og náttúrulega allt gert til þess að endanleg vara sé eins frábæra hægt fyrir notandan. Þegar við sendum vöruna út allan heim, þá það sem við erum vakin og sofin yfir það að notandinn upplifi vöruna á þessum bestan hátt. Það er tilgangur með því sem við erum að gera, það að koma vörunni út og fólk sé ánægt. Það gefur okkur alveg rosalega mikið. Já, og þetta er líka svo mikilvægur punktur fyrir þá sem að hlusta og að taka sín fyrstu skref, að átta að sjá hvað þessi ferill alltaf miklu lengri og flóknari heldur maður heldur, alveg sama hvernig fyrirtæki maður með. Þetta alltaf miklu lengri tími og það alltaf þessi mánuður og jafnvel þessi ári upphafi sem maður ekki með neinn laun og það svolítið álag á hópnum og þetta er mjög skemmtilegu ferill en hann tekur á, þetta ekki fyrir alla. Nei, ég get algjörlega, sko, þetta náttúrulega, ég held að allir sem að gangi gegnum þetta maður öðlast ákveðna auðmýkt gagnvart hlutum og það ekkert af þessu sjálfsagt og við höfum bara, fyrst og fremst, ég náttúrulega bara verið rosalega heppinn af því ég fengi alveg frábæra einstaklinga með mér inn í þetta verkefni sem ég hefði aldrei getað gert þetta sjálfur, bara er ekki fræðilegu möguleiki og ég var bara alveg rosalega heppinn að fá rosalega fjölbreyttan og flottan og sterkan hóp með mér í þetta verkefni og eins og þú segir að vera vakin og sofin niður síðasta sumar og síðasta ár áður en að varan að koma markað, þá unnum við svona 12-14 tíma á hverjum einasta degi. Og svona, þú veist, þetta alveg, og ég held að fólk kannski átti sig ekki alveg á því hvað þetta stórkostlega svona mikið af því að maður sé náttúrulega bara það sem maður gefur frá sér og allt gott með það en það sem í gangi svona dag frá degi inn á fyrirtækinum þarf ekki alltaf að vera að dansa rósum og hefur svo sannlega ekki verið það fyrir okkur og egóið alveg rosalega sundur tætt eftir svona ferli en vonandi kemur maður samt út úr því þannig að maður getur verið sterkari og rauninni, þú veist, það sem við okkur hefur tekist að gera þessi fyrirtæki náttúrulega bara stórkostlegt. Þú veist, að fara algjörlega frá því að vera með einhverja hugmyndum, einhverja vöru sem að enginn hafi séð áður og komin alla leið í hendurnar á fólki, þannig að ég bara náttúrulega bara fyrst og fremst alveg ótrúlega stoltur af því teymi sem að við höfum að geyma henni í Gengi Instruments, þannig að bara allan að fá að koma að því, ég veit að það er að fylgjast með þarna strákarnir og annað, mér sjálf vonandi líka. Já, en já, eins og við segjum, þetta tekur langa tíma og maður þarf að hafa verið með rétta fólki í kringu sig. En eins og ég var með litla tekjur fyrst sinn og það erfitt að koma sér áfram. Hvaða svona hluti í íslenska stuðningsumhverfinu hafið þið nýtt ykkur svona til þess að halda ykkur á floti og auðvelda ykkur þetta ferðalag? Já, það svona kannski helst að nefna Tækniþróunarsjóð vegna þess að þegar við fáum fyrst úthlutað Tækniþróunarsjóði í mann 2016 fengum þá í rauninu fyrsta styrkin sem var bara svona styrkur sem að gat í rauninni bara komið okkur rétt á stað og en í rauninni olli því að við gátum svona nokkurn veginn hætt öllu sem við vorum að gera
við getum borgað okkur svona að lágmarkslaun og við getum farið að mæta í vinnuna og mæta okkur með einsta degi og ég held að það sé svo ótrúlega mikilvægt, þú veist, að bara mæta og vera á staðnum, halda consistency og þannig gerast hlutirnir, af því að ef maður ekki til í að hætta í öllu öðru og einbeita sér 100% af þessu, þetta er náttúrulega ekki algjört, en ég er að tala vélbúnaðar nýsköpunarfyrirtæki, þá held ég að gerist svo lítið því miður. Þannig að þetta er allavega það sem að hjálpaði okkur að komast að stað fyrstum sinn og höfum síðan fengið 3 styrki viðbót frá Rannís sem hafa verið algjörlega, hafa gjörsamlega verið grundvölduð fyrir því að starfsemin hafi haldið áfram og þú veist, hefði bara hreinlega sagt að held ég að félagið var ekki til nema fyrir tilstöðan Rannís. Ég held að það eigi mjög stóran hluta af íslenskum nýsköpunarfyrirtækjum að Rannís bara eitt af grunnstóðum í íslenskri nýsköpun held ég bara. Það er bara ótrúlega hvað þeir eru búin að gera margt gott fyrir mörg fyrirtæki. Algjörlega, og svo náttúrulega líka það sem er svo magnað við þetta, maður hugsa alltaf að maður sé ekki meina að taka pening frá ríkinu eða þú veist, það er svona hugmynd sem maður hefur heyrt, en auðvitað er þetta náttúrulega til þess að byggja upp fyrirtæki og ég man að ég áttaði mig svo mikið á þessu þegar ég fór og las sá grein eftir Sveinbjörn hjá Nox Medical sem hann var að taka saman í rauninni, var að sýna kurvu þess sem að í rauninni Nox Medical hafi fengið tilbaka frá ríkinu á sínum tíma og svo í rauninni hversu margfalt þegar við skilum tilbaka í ríkiskassan. Þannig að þú veist, það þarf ekki svo mörg fyrirtæki sem að meika til þess að þetta sé bara algjörlega borðleggjandi og svo sjálfsögur erum við náttúrulega fjárfesta í þekkingu og það mun alltaf skila sér góðs, jafnvel þó einstaka félög gangi ekki eftir. En Ég held einmitt að þetta er mjög góður punktur hjá þér að þessi peningar sem að tækniþróunarsjóður er að leggja í umhverfi er að koma margfalt tilbaka til ríkisins og ríkissjóðsins. Þannig að ef einhver er að hlusta sem hefur eitthvað valdi yfir hversu miklu peningar eru settir í þetta, þá megið bara endilega sitja eins mikið eins og ég geti í þetta. Þessi peningar er að skila sér og það hefur alveg sýnt sér og líka bara ótrúlega mikið af svona stóru tæknifyrirtækjum í dag byrjaði með út af tækniþróunarsjóði eða allavega tækniþróunarsjóð styddi við þau. En sjálfum finnst mér líka rosalega gott að umkringja með rétta fólkinu, þannig ég hef ofta reynt að vera í einhverjum svona frumkvöla setrum og annað slíkt. Ég hef nýtt mér svona það að leigja mér litla skrifstofu eða vera að vinna á svona opnum rýmum eitthvað staðar. Hafið þið nýtt ykkur eitthvað svoleiðis í þessum ferli? Já, tvímælalaust. Við náttúrulega fórum fyrst í gegnum Startup Reykjavík viðskiptahraðilinn, bara þegar hugmyndin var að þróast og þar náttúrulega hittum við alveg fullt af alveg frábæru fólki sem að sem voru að stíga sín fyrstu skref eða margir hverju komið náttúrulega miklu lengur en við. Þannig að maður fékk svona, þá fékk maður svona, þetta er hraðall og maður fékk svona, ferlinu var flýttum alveg bara mörg ár allavega fyrir mig persónulega að átta mig á því hvernig er að stofna fyrirtæki og hvernig hver hugsunargangurinn er. Og svo framhald af því þá höfum við líka verið bara allan bæ, höfum verið í KPMG, Borgartúni 25 eða 27, annarkvort ég gleymir þess alltaf. 27, ég var sjálfur það líka. 27, þú var sjálfur það líka, já, nákvæmlega. Það var rosalega gott og hjá Reon eru þar núna komið, voru að vera að sjá þetta og afskaplega þakklátir fyrir þann tíma sem við vorum þar. Og svo höfum við verið núna nýja undanfarið höfum við verið út á Eiðistorgi í Innovation House og það hefur verið alveg, og ég verð bara að segja að það hefur verið haldið alveg gífurlega vel utan okkur hér og við erum bara alveg rosalega þakklátir fyrir Maríu og Jón von Setsner sem að er að gefa tilbaka með að bjóða frumkvölum upp á að vera með leigja ódýrt skrifstofurými bara eins og allir vita, ég meina það, þú veist, að hafa skrifstofurými er algjörlega grundvöld þess að þú getur haldið það og byggt upp kultúr og farið að einbeita þér alvöru að því verkefni sem að þú stendur framfyrir. Þannig að það er alveg frábært að vera í Innovation House. Já, þú nefndir viðskiptahraðilinn, ég er svolítið forvitur þetta og þú er búin að tala við nokkra og það tala allir að þetta sé
að þeir sjá allan aldrei eftir því að hafa farið í viðskiptahall og ég bara velta fyrir mig hvernig þín upplifun fannst þér þetta ekki vera jákvætt að vera í þessu umhverfi til þess að fá þessa endurgjöf og þetta mentoring og þannig stuðning. Ég sjálfur hef farið í gegnum viðskiptahall, reyndar erlendis, en það var bara einn besta ákvörðun sem ég hef tekið, var að fara í gegnum hann út af því ég einhvern veginn opnaðist fyrir mig svo mörg tækifæri líka, í gegnum bara tengslanliti og svona. Já, algjörlega, það mjög góð punktur Haukur, ég held að sko tengslanliti sé það dýrmætast að maður tekur í burtu frá svona hraðli, auðvitað náttúrulega tekkingin og hérna stapla bókum sem maður ættir að lesa og vita meira þetta, en þetta ferli og tengslanetti og svona ákveðið mentality allavega fyrir okkur var, þú veist, að þetta opna fyrir mann þetta tengslanett og maður áttar sig á því að það er að fólk hérna úti sem hefur gert alveg magna hluti, að það er eiginlega samnefnari fyrir þetta fólk hversu viljugt það að gefa af sér og gefa tilbaka. Þannig að bæði þá fengum við náttúrulega bara fjölmarga mentora í Startup Reykjavík og svo í kjölfarið höfum við í rauninni að þetta er svona eins og maður fyrir skóla til að læra, þú veist, þannig fer maður í hraðan til þess að læra, það er eðlilegt að fara og sækja sér þekkingu sem maður hefur ekki. Þannig að við höfum líka nýtt okkur það alveg margfalt og sem náttúrulega Íslandi tiltölulega lítil og það þú veist, sem ég held að þessi kostur hérna heima þú veist, að það boðlegir mjög stuttar og ef þú vilt fá fund með stofnanda Siri, þú veist, einn af meðstofnanda Siri, þá bara hringir í hana því að það vill svo til að hann íslenskur eða, þú veist, og svo lengi með þetta telja. Við náttúrulega höfum bara nýtt okkur þetta eins og í tengslu við framleiðsluferlið að við hreinlega hringdum í það sem við töldum vera það sem hefur í rauninni gengið hvað lengst með að vera með vélbúnaður og það Nox Medical, Össur og Marel. Nox Medical á spjölluðu við Sveinbjörn Höskuldsson eða Svenna og hann tók til allt vélbúnaður eða teymið sitt, þetta var árið 2017 ef maður rétt og við vorum með samning á borðinu það að frá finnsku verkfræðifyrirtæki sem að hjálpa okkur að framleiða vöruna og við vildum vera vissir að þeir væri ekki að þetta væri alveg pottþétt og tilboðið að væri sanngjarnt. Þannig að við fórum með þetta og til Sveinbjörn sem fengum alveg frábær endurgjöf á tilboðið, fórum svo til hittum hann Jón sem einn af stofnendum Marels og sögum honum frá okkar hugmyndum og þessu tilboði og var alveg rosalega gaman að spjalla við hann og svo fórum við að spjalla við hann Magnús Oddsson hjá Össur og Magnús bæði tónlistarmaður, þannig að hann skildi það sem við vorum að gera og svo hann alveg hókin af reynslu þegar kemur að því að taka vöru frá grunnstigi og koma yfir á markað með Össur, bæði að hann gert að fara til Kína og byggt upp útistöða þar og sett upp fjölmörg framleiðsluferli. Þannig að hann í rauninni bara kemur inn og í kjölfarið hittir okkur á vikulegum fundum þar sem við erum að vinna, við erum með bara, þú veist, að vinna með finnsku verkfræðistofun okkar og síðar framleiðslunni út í Sanmina sem út í Oulu í norður Finnlandi og erum að reyna átt okkur á því hvað þeir eru að biðja og það eru svo rosalega margir dítelar sem maður hefur bara ekki hundsvit á og þess vegna var Magnús algjörlega frábært liður í því að hjálpa okkar að koma vörun á markað á þessum tíma. Og það var bara því að við hringdum skilur við, tókum upp símann og hringdum, þú veist, og það er sko magnað, þetta er svona eins og svona unfair advantage að þeim er búin að átta sig á þessu bara, og þetta líka ekki bara við Íslendinga, þetta er langflesta sem úti líka, þó að það sé kannski erfiðar að ná til þér, þú ert að vera að vita betur hvað þú ert að sækjast eftir, en langflestir eru til að hitta þig og veita endurgjöf. Já, og ég held líka að þetta sé svo mikilvægt fyrir alla unga frumkvöðla að átta sig á, sko, að nýta sér svona hluti, sko, því að ég held að kannski svolítið líka eðli okkar Íslendinga og við reynum alltaf að gera allt sjálf og erum einhvern veginn að reyna að finna allt upp frá grunni sjálf og gera þeim okkar leið og eitthvað svona, en það eru svo margir aðrir Íslendingar og margir út í heimi sem eru svo miklu meiri þekkingu, ef við getum nýtt þá þekkingu að það komist við svo miklu lengra og svo miklu hraðar, þannig minnst alveg frábært hvernig þið fóruð að þessu og ég held að aðrir geti tekið ykkur til fyrirmyndar í þeim málum. En segðu mér það sem mörg fyrirtæki lenda í vandræði með, sérstaklega svona fyrst á ferlinum, fjármögnun. Þið fengur náttúrulega þessa styrki frá Tækniþróunarsjóði og einhverju fleiri, en hvernig hefur ykkur gengið til dæmis að eiga samskipti við fjárfesta og annað slíkt? Hvernig hefur svo upplifun verið fyrir ykkur? Sko, já, eins og segir þá var félagið
fjármagna til að byrja með fyrstu árin á styrkjum, ríkistyrkjum frá Rannís og hönnunarmiðstöð, var með hönnunarsjóð og svo framvegis, en undanfarið svona 1,5 til 2 ár, þá höfum við vandað okkur að fá aukna fjárfestingu til þess að koma vörun á markað á þessum tíma. Og það vita það allir sem að fara í gegnum fjármögnunarferli hversu erfitt og krefjandi og ég er að leita að rétta orðið. Þetta ég bara í gegnum minna feril, sko, þetta tekur mjög mikið á, sko. Já, þú veist alveg hvernig þetta er. Og þetta sársaukafullt og maður efast sjálfan sig endalaust og það eru allir að lofa manni gull og grænum skógum, en auðvitað er þetta náttúrulega bara gífurlega flókið og sérst talan ekki með að maður að gera það í fyrsta skipti. Þannig að þetta hefur náttúrulega bara verið mjög kæfjandi en við syns höfum fundið eða fengið alveg frábæra fjárfesta, erum núna með frábæran hóp fjárfesta á baku okkur sem hafa í rauninni algjörlega gert það að verkum að við að varan komst á markað. Það er bara svo einfalt, þú veist, og er náttúrulega bara grundvöllur þess að nýsköpunarfyrirtæki eins og okkar sem að horfa á líftíma fleiri ára að þegar það er í rauninni mjög takmarkaðar tekjur að þú veist, það er í rauninni ein af fáum leiðum sem er í boði. En við hefum verið mjög lánsami með alveg gífurlega færa og flotta fjárfesta, bæði fjárfesta sem gert þetta áður og fjárfesta sem hafa mikla þekkingu á rekstri og svo framvegis. Við erum með 2 alveg magnaða frumkvöla sem að vill svo til að ég held að margir vilja segja þessu íslenskir, en það vill svo til að þeir eru bara bæði annars vegar hálf norskir, hálf danskir eða þannig. Það er Jón von Setsner sem er stofnandi Óperu og Davíð Helgason sem er stofnandi Unity. Þeir eru englafjárfestar hjá okkur og við leitum mikið til og tryggjum mikið ráð hjá þeim og nýtum tengslanir þeirra eins mikið að við getum. Svo erum við með annar fjárfestar sem heitir Neil Murray sem er með sjóð sem heitir Nordic Web Ventures og það er svona sjóður eða sjóður sem að er svona mjög snemma inn í ferlið og fjárfestir mjög litlum kemur mjög litla fjárfestingar en síðan nýtir tengslanett sitt óspart í framhaldi. Þeir sem að fjárfesta í hans sjóði eru það stærri fjárfestar eða fjársterkir aðilar út í heimi. Og svo er fjórði aðilinn það, fyrir ekki. Nei, ég bara segja það svo mikilvægt líka fyrir fólk að átta sig á því, sko, þegar maður fær inn fjárfesta, sko, að jú, maður fær inn smá fjármagn, en maður fær líka inn reynslu og maður fær inn tengslanett og ef þú ert að fá en góða fjárfesta þá oft hjálpa þeir síðan meir þegar þú ert að leita ennþá meira fjármagni, að þeir kynna þig áfram fyrir fleiri fjárfestum og gera svo mikið fyrir þig. Algjörlega, og þeir hafa náttúrulega líka hafa trú á þér og trú á því sem þú ert að reyna að gera og það er náttúrulega svo rosalega dýrmætt og vilja manni alltaf besta og drífa manni áfram sem er náttúrulega líka mjög dýrmætt að hafa. En fjórði fjárfestirinn heitir Tennin og er fjárfestingarsjóður á Íslandi sem að vill svo til að eru foreldrar mínir sem er að fjárfesta í fyrirtækjum að fjárfesta í mjög flottum fyrirtækjum sem eru að ná langt og hafa komið og stutt okkur þannig að við erum, og þetta er bara rosalega, þannig að þessi hópur af fjárfestum er rosalega, held ég á þessum tímapunkti, í líftíma fyrirtækisins er alveg gífurlega sterkur og við erum mjög stoltir af því að vera að hafa fengið þessi fjárfesti inn. Já. Ertu með eitthvað góð ráð fyrir þá sem eru svona að byrja sín samskipti við fjárfesta? Er eitthvað sem reyndist ykkur vel eða eitthvað sem þú myndir mæla með að þeir myndu gera? Já, þetta er mjög góð spurning, sko. Þetta ferli er, ég myndi bara fyrst og fremst reyna að fá að tala við fólk sem hefur gert þetta áður, sko. Og þá lærirðu svolítið, þetta er náttúrulega, og þessi heimur þetta er náttúrulega bara svolítið svona, þú veist, það er ákveðið lingó í gangi, það er sem þú þarft að skilja. Og það er til alls konar bækur eins og ég las rosa fína bók sem heitir CEO Hot Seat sem Dan Shapiro og þar fer hann yfir sko, hann hefur stofnað 5 eða 6 fyrirtæki sjálfur og þar fer hann í gegnum þessi ólíku ferli og kemur rosalega góð ráð, betri ráð en ég held að ég geti komið með, sko. En ég held að það sé fyrst og fremst bara að reyna að vinna heimavörnum þinn, að vita, þú veist,
reyna að átta þig á því hverju þú vilt ná fram, skilja það fyrst, síðan að leita að fjárfestum sem gæti verið samhliða þér eða samsíða þér í fyrir stefnu. Rosalega oft út í heimi hefur maður heyrt af því að þú veist, ef það er ákveðin það er ákveðið eitthvað trend í gangi eins og til dæmis veganismi hefur fengið mjög mikla fjárfestingu, þannig að það eru sjóðir sem eru bara að fjárfesta í veganvörum eða veganfyrirtækjum, bara sem dæmi, og þú veist, ég held að þetta séu í þínum stóra heimi, það er miklu algengara er það, þú veist, að fólk er kannski með sérhæfðari sjóði sem eru að fjárfesta bara í ákveðnum fyrirtækjum og eða mestuleyti, og þá er náttúrulega mikilvægt að þekkja þá og vita hverju þú ert að leita. Og þessi bók CEO Hot Seat, þar fer hann líka inn á þú veist, hvaða leið þú ert að gera til þess að nálgast, hvernig þú ert að fá tengingar, þú ert ekki bara að segja hei, þú ert ekki fjárfesta en ekki að kynna mig fyrir þeim, þú veist, að þá ertu í rauninni að gera ráð fyrir því að sá sem er að fara að kynna þér fyrir þeim þurfa að gera alla vinnuna, þú ert að vera búin þú ættir að vera búin að kynna þér betur hvað þú ert að fóta þessu og hvað fjárfesta þú vilt nálgast, frekar en bara þú veist, að því að heimurinn alltaf svo rosalega stór og svo margt í boði og mikilvægt að nýta tíman vel. Já, ég held sér alveg sammála sem að það er búin að vinna mjög mikla rannsóknarvinnu og eins og þú talar sko, þetta er ákveðið tungumál út af fyrir sig og það er rosalega mikilvægt að maður skilji þessi orð og þessar tölur sem að fjárfestar horfa til og maður getur sett það fram á góðan hátt og maður sé komið með svona pitch deck sem er svolítið svona búið að pússa það aðeins til sko. Algjörlega. En ég ætla bara aðeins að minna á þá sem eru að horfa á að ef þið hafið einhverjar spurningar fyrir hann Ólaf, bara hvað sem þessi tengist fyrirtækinu hans eða þessu frumkvöla ferðalagi sem hann er búin að fara í gegnum, þá bara endilega skrifa það í athugasemdir fyrir neðan og við skulum ég skal lesa þær upp og spurja hann Ólaf út í það. Fablab á Ísafirði var að deila með okkur þetta, frábært spjall, takk fyrir það Fablab. En mér langaði líka aðeins að forvitnast út af því að einn hlutur sem ég hef ekki prófað en mér finnst mjög áhugaverður er hópfjármögnun og þið fóruð einmitt í gegnum hópfjármögnun á Indiegogo út af Wave vörun ykkar. Hvernig var það að fara í gegnum það og er það eitthvað sem þú myndir mæla með fyrir aðra að gera? Já, sko, þetta var náttúrulega bara mögnu reynsla fyrir okkur og þannig erum við í rauninni sko að við erum að bæða sannaði fyrir okkur sjálfum að það væri þörf og markaði fyrir þetta og að reyna að náttúrulega fá fólk til þess að kaupa vöruna og búa til einhver svona buzz eða einhverjar búið til smá svona hvað segir maður, spennu í kringu vöruna en sko svona eftir á hyggja þá held ég að með langflestar hópfjármögnunarherferðir er það að það sem þetta er í rauninni fyrst og fremst bara markaðstæki. Þetta er ekki í langfæstum tilfellum þá fjármagnar þetta ekki framleiðslu, fyrstu framleiðslu, hún er margfalt dýrari en eins og okkur gekk vel og við söfnum tæpum $70,000 á sínum tíma en það sem dugði enga veginn upp í framleiðslu þannig að allan fyrir vélbúnaðarvöru svo er þetta náttúrulega algjörlega mismunandi eftir því hvernig vöru þú ert með, það eru tölvuleikir sem eru til sölu eða borðspil eða ýmislegt en fyrir okkur þá var þetta fyrst og fremst bara markaðstól og að komast í tengingu við kúnna strax og reyna átt okkur á því hvað fólk var að leitast eftir og við sendum út spurningalista og vorum í samskipti við kúnna til að reyna átt okkur á því hvað þeim myndu vilja fá út úr vöru eins og sem við vorum að þróa. Það var þetta einfaldur fyrir eða var þetta eitthvað sem krafist mikil tíma og frá okkur? Þetta krafist alveg gífurlega vinnu sko og ég held að þetta er líka eitthvað sem maður svona átt að segja á bara sem maður átt að segja eftir að hafa gert þetta, maður þarf náttúrulega að búa til myndband, það kostar mikla peninga, tekur mikla orku, útbúa síðuna, deila út markaðsefni, þetta er allt bara kannski, ég held að við höfum haft cirka 3 mánuði áður en að herferðin fór á stað og svo náttúrulega bara mikil vinna á meðan að herferðinni stóð en að sjálfsögðu náttúrulega var þetta bara mikil reynsla og fyrir okkur á þessum tíma þannig að ég hef alveg tvímælalaust það er rosalega góð spurning, ég held að maður þyrfti að vera mjög meðvitaður hverju maður var að reyna að ná fram þegar maður fer í svona hópfjármögnunarherferð
af því að þetta er eins og segja, þetta er ákveðið markastól og þú þarft að vita líka bara nákvæmlega hver marginan á vörunni þinni, eins og þessum tíma þá í rauninni bara höfðum við enga forsendur eða enga þekkingu á því, þú veist, nú kostar varan okkur til dæmis $200, framleiðslan kostar 50 eða eitthvað og það koma vörunni út á markað til notenda kannski aðra $50. Þá erum við bara með $100 eftir sem að bæði við þurfum að fá í okkar til þess að halda starfseminni gangandi í okkur og pláss til þess að fyrir fólk til þess að markaðssetja vöruna. Þannig að þetta alls konar svona hluti sem maður bara, ég held að að leggja stæði fyrsta skipti eins og við hafi bara enga forsendur eða tilfinningu fyrir og þetta er þekking sem að tekur langan tíma að mynda og ég held að bara að það sé ekki mörg fyrirtæki í heiminum sem hafi búið yfir þessari þekkingu allavega að tala nú ekki bara til þess að byrja með sko. Já. Þannig að þetta er allavega mín svona 50 cent sko. Já, en við tölum ekki búin að tala að þetta er náttúrulega erfiður ferill að fara í gegnum þetta og það er mikið sem kemur upp. Hverjar hafa verið svona helstu hindranir ykkar í að koma svo af stað og koma svo á þann stað sem þetta er í dag? Já, það er góð spurning. Þetta er náttúrulega sko, það ferir algjörlegt í bara ákveða tímapunkti þú spyrir mig sko, hvað er erfiðast? Af því það er alltaf einhverjar nýjar hindranir og nýjar áskoranir í þessu ferli, þú veist. Það var náttúrulega bara, svo margt bara eins og fjármögnunarferli alveg gífurlega taugatrekkjandi og tekur algjörlega fókus og hendur honum út úr gluggann sko, og ef maður er ekki algjörlega on point. Það er bara að fara í gegnum þetta ferli fyrir okkur eins og að fá alla vottanir og að passa að varan sé bara 100%. Það var alveg rosalega taugatrekkjandi. Svo er það bara og þetta er svo fyndið sko, svo náttúrulega bara fer maður í ákveðið kerfi og maður bara ætlar eitthvað ákveðið eins og með vélbúnaðinn, við vorum í þessu mikla síðasta sumar og síðasta áður en að varan kemur á markað var í rauninni svona alveg heldur mest krefjandi hluti okkar þessari vekkferð þessum líftíma félagsins eins og þeir hefur verið hingað til og þá vorum við að vinna alveg gífurlega mikið unnum ég held örugglega 12-14 klukkutíma á dag og í rauninni var þetta var bara bókstaflega þannig og það er ekki fyrir hvert sem er að gera þetta og bæði það og vera náttúrulega búin að vera á undir lágmarkslaunum í mörg ár og svo að klára síðasta pussið að koma vörun út af því að við vissum það náttúrulega ef að varan kemur ekki út þá var þetta svona, við ekki segja til einskis en það væri mjög leiðilegt að vera búin að leggja alla þessa vinnu og alla þessa ástríðu og allt þetta púður að klára að koma vörun á markað. Þannig að það var mjög flókið ferli. Núna kannski sem er svona meira svona relevant í tímalínu núna er kannski það er náttúrulega það er til dæmis að nú erum við að færa framleiðsluna til Kína af því að það mun spara framleiðslukostnaðum þrefalt til dæmis. Það hefur verið langt ferli en samt bara svona bara verkefni, maður bara með þetta er markmiðið okkar, við ætlum að ná þessu. En svo náttúrulega líka þessu mjúkumálin sem eru samskipti á milli stofnenda og ég held að þetta sé eitthvað sem fólk gerir sér engan veginn grein fyrir að þegar það vinna svona rosalega náið saman í svona langan tíma þá koma upp erfið mál sem þarf að díla við og þarf að eiga við og þau eru alveg gífurlega sársaukafull og gífurlega erfið og ég held að fáir tala það eða horfist í augu við það bara nema með því bara að allt fara upp í loft og það skemmi fyrirtækin. Ég held að flest startupfyrirtæki degi vegna þess að það eru innanbúar átök og sem er alltaf og svo veltaði fyrir sig hvort að það gerist vegna þess að það er ekki komnar nógu stuða tekjur eða verkefni er ekki að ganga nógu vel eða það eru brostnar væntingar eða guðma þetta hvað en ég held að þetta sé eitthvað sem er ekki mikið talað og ég held að fólk ég náttúrulega vill ekki tala þessa erfiðu hluti en ég held að þetta sé það sem að valdi hvað flestum fyrirtækjum erfiðleikum og maður er náttúrulega út á við náttúrulega presenta sig sem alveg gífurlega sterkan og bara, þetta sé ekkert mál en auðvitað er þetta náttúrulega bara þannig að maður getur ekki verið að bera saman það sem maður er að upplifa innanbúðar við það sem er í gangi, eins og maður sé bara Adidas og þetta er flottasta brand í heimi og þetta eru allt bara dansa rósum þar en auðvitað er raunveruleikinn bara langt í frá að vera slíkur og
mér svo gott þetta því ég var nefnilega þessu bók CEO Hot Seat, hann að tala don't compare your insights to other people's outsides og mér finnst þetta eitthvað svo gott quote svona í þessi svona krefjandi mál sem að þarf að veita athygli og leysa þannig að það svona kannski mest krefjandi, allt hitt í rauninni bara svolítið mikið bara verkefni, við ætlum að setja okkur þessi markmið og svo ætlum við að stíga rétt skref í þá átt. Og það eitthvað sem maður les í öllum bókum og svo framvegis og hvernig þetta stilla upp vinnuferlum og vera með release á software og allt þetta. Þetta svona ferlar aðeins meira krefjandi. En þetta einmitt eitthvað sem að ég hef almennt lagt mikla áherslu á að tala mikið þú veist, það þessi erfiðu hlutir út af því að þetta eitthvað sem allir sem að eru búin að vera fyrirtækjar eitthvað tíma lenda í og þetta tekur svo mikið á og við erum ofta að fela þetta og sérstaklega einmitt þegar við erum í því að reyna að leita til fjármagni á fjárfestum eða erum að vera að taka viðtal við okkur fyrir einhverja fjölmiðla eða eitthvað svoleiðis, að þá oft svona þurfum við að láta allt líta svo vel út, finnst okkur, en staðreyndin bara svo að allir vitið þarna að flestir hópar sem að vinna í svona erfiðum verkefnum, þeir lenda í einhverjum árekstrum og það koma erfiðir hluti upp á og það partur af ferlinum og þeir sem að lenda í þessu engar undantekningar, þetta bara flestir að lenda í einhverju svona. Já, ég held að það sé bara algjörlega rétt þegar Haukur, ég held að sé frekar bara algilt, þú veist, að byggja svona byggilega það vart að byggja upp svona krefjandi verkefni og þetta á ekki endilega bara við frumkvöðlastarfsemi, þetta bara við lífið sjálft, þú veist. Ég held að það sé, þú veist, maður þekki bara, þú veist, fólk sem inn í heilbrigðisgeiranum sem að takast á við korona, þú veist, það koma erfið verkefni og það eða fólk sem að skrifa doktorsviðgerðir og einmanna, þú veist, það bara, þú veist, það koma alltaf upp einhver erfið vandamál og erfið tímabil í öllum. Og ég held eins og segir að það sé svo mikilvægt líka bara að gera sér grein fyrir að þetta er bara partur af ferlinu, þetta er bara partur af því að vera lifandi og ég meina svo bara, og ég held að það sé miklu meira að gera með hvernig maður ákveður að bregðast við því frekar en að bara upplifa sem fórnarlamb og ég held að það sé eitthvað sem maður er síst að gera þegar maður að reyna að búa til byggja upp kultúr eða eitthvað slíkt. Og það eitt sem ég reyna að gera bara svolítið töff. Já, ég reyna að byggja mér upp svolítið gott tengslanett og reyna að kynnast öðrum frumkvöðum vel, þannig ég hafi eitthvað til að tala við þegar ég er gangi gegnum erfiðu hlutina og þannig ég mæla með allir sem í fyrirtæki að þeir séu að byggja sér upp tengslanett og kynnast öðrum frumkvöðum út af því að þegar maður er að reka fyrirtæki þá getur maður ekki alltaf að tala þetta við starfsfólki sitt en þú getur hringt í eitthvað félagin sem er að reka eitthvað annað fyrirtæki og hann hefur líklega farið í gegnum þetta sjálfur Þannig að ég mæli með að fólk búi sér til tengslanett og það var líka hluta til ástæðan fyrir því að ég fór á stað með stuðningsnet frumkvöla sem er svona lítið hliðarprojekt sem ég er með að þar sem fólk getur komið og verið inn í lokaðri grúppu og stutt við hvort annað. Þannig að þetta bara rosalega mikilvægt. Ég sé hún Eva var að deila skilaboðum, það er flott að opna þessa umræðu með erfiðu hlutina og þetta einmitt bara málið, maður þarf að tala þetta, fólk þarf að gera sér grein fyrir það lenda allir í þessu eitthvað tíma. Frosti segir takk fyrir áhugavert spjall, margt sem maður getur tengt við þarna og ég held að líka ég sjálfur hef lent í ýmsu í gegnum tíðina, hann búin að vera í eitthvað skona frumkvöðlastarfi í 20 ár og ég tek eftir að oft þegar ég opna þessa hluti innan svona hvað segir maður, svona frumkvöðla viðburðum að það yfirleitt alltaf eitthvað sem kemur tíminn eftir á og svona bara þakkar maður aðeins fyrir að tala þessa hluti út af því að það eru svo margir sem eru að fara í gegnum þetta en þeir bara fóru ekki að tala það opinskátt út af því að þeir þurfa að vera andlit fyrirtækisins eða eitthvað svoleiðis, þannig að þetta er bara þannig að þið vitið úti að þetta er partur af ferlinum og ekki fara að panika heldur, bara leita ykkur hjálpar og tala við þá sem eru kringum ykkur. Nákvæmlega og náttúrulega fyrir okkur eins og þú veist sem eru svona ótrúlega þú veist eins og mig sem er bara svona alveg rosalega þú veist hefur fengið rosalega mikið forréttindi í gegnum þú veist mitt líf þú veist alast upp hjá foreldrum sem eru stuðningsrík og hafa stutt mig þú veist það er náttúrulega bara svo ótrúlega þú veist margt sem að maður þú veist er bara rosalega þakklátur fyrir og sem að maður verður líka að minna sig á þú veist í gegnum þetta allt saman eða þú veist að þetta er náttúrulega allt bara
forréttindi að fá að upplifa þetta í raun og veru, þótt þetta sé erfitt og það ekki það mér sagt að þetta sé maður þurfi ekki meina að þú veist, þetta allt bara, þetta val og við erum að velja að gera þetta og þú veist, og þetta eru verkefni en þau eru, þú veist, í stóru samhengi hlutana þá maður bara alveg rosalega þakklátur fyrir að fyrst að hafa fæðst á Íslandi og svo að vera með frábæra fjölskyldu á bakvið sig sem að styður mann og og ættingi og vini, þú veist, það er það sem svo rosalega dýrmætt líka sem maður átt að sjá, þótt að maður sé að vinna rosalega mikið, þá þetta það sem svona hjálpa manni mjög mikið. Algjörlega. En núna komin á þennan stað, ég að velta fyrir mér, eitthvað sem að þú vildir að þú hefðir vitað þá sem þú veist núna? Þá meina ég það að þegar þú varst að byrja eitthvað sem þú hefði viljað óskast og þú hefði vitað en þú veist núna í dag? Bara það svo margt, sko, ég held að maður náttúrulega bara fer af stað og maður bara með, þú veist, bara með þennan drifkraft og áhuga og vilja til þess að gera stórkostlega hluti og það náttúrulega eitthvað sem að maður, þú veist, og svo ég held að hitt sé bara maður bara læri það, þú veist, smám saman, þú veist, og það allt bara svona verkefni og hlutirinn, þú veist, kannski það sem maður hefur bara vilja læra fyrir bara að vera auðmjúkur gagnvart því sem að maður hefur og þakklátur fyrir allar stuðningshópinn á Íslandi og fá að vera partur af þessu frumkvöla senu. Svo náttúrulega þú veist, það er svo auðvelt að vera vitur eftir hann. Ég held að þetta sé bara fyrst og fremst bara þetta að vera auðmjúkur gagnvart þessu sem maður að takast á við og missa sig ekki í því að vera að hafa miklar áhyggjur af þú veist, málum bara akkurat þess sem bara beint fyrir framann og reyna að hafa stærri myndina. Það eitthvað sem ég held að ég mætti temja mig betur að hafa stærri myndina fyrir framan mig og vera með svona overall view en ekki bara sökka mér eins og svo mikið að ég náttúrulega verkfræðimenntaður og það náttúrulega eitthvað sem mér hefur kennt mjög mikið þú veist, að vera með hönnuði til dæmis að vinna með hönnuðum náið að þetta bara allt öðruvísi hugsunarháttur, þetta hvorki rétt eða rangt, þetta bara öðruvísi nálgun á verkefni og öðruvísi nálgun á einhverju leyti í lífið að verkfræðingar okkur eru svo tamt að taka verkefni og fara með þau alveg niður í bara dítilana en oft það þá með því að gera það þá sér ekki skógum fyrir trjánum. Þetta eitthvað eitt sem að ég held að ég geti tamt mig betur. Já, það alltaf bara svo margt sko en þetta eitthvað gál að sem ég hef getað sagt núna að beint að við bara setna í dag sko en þetta svona En já, ef að þið eru að hlusta en annars erum við bara mjög spennandi endilega sendið inn spurningarna bara í athugasemdum fyrir neðan og við skulum reyna að svara þeim en annars ætlum við að halda bara áfram. Hvað segir Ólafur? Fyrir ekki ég greip fram í fyrir það var eitthvað smá hik í kerfinu. Ekkert mál. Ég ætlaði bara að fá að segja að við erum bara rosalega spennandi stað núna og þótt að við séum að tala erfiðu hlutina því ekki við séum að einhverju leyti þú veist að það snýst ekki einhvers konar uppgjöf, það snýst miklu frekar bara að vera sterkari fyrir vikið og opna á þessar umræður þannig að maður geti komið sterkari og liði betur og haldið áfram en við erum samt að komast á rosalega spennandi stað. Ég held að séu ekki mörg fyrirtæki í Íslandi sem hafa farið algjörlega frá því að vera með 100% nýja hugmynd nýjan marka sem ekki til staðar og koma því alla leið. Við höfum lært alveg gigatískt á því ferli, alveg gigatískt, sko meira maður geti ímyndað sér og erum alltaf að læra og þá náttúrulega erum við búin að samgá okkur líka alveg gífurlega mikið þekkingu á svo mörgum sviðum þessara fyrirtækjareksturs sem náttúrulega bara eins og að hanna vélbúnað, hanna að framleiðan, þróa hugbúnaðinn, þróa notendahugbúnað og svo framvegis og með þessa þekkingu þá ég alveg og þessa reynslu sem við höfum núna ég alveg handið sem við getum farið og búið til arðbært fyrirtæki sem byggir á hönnun, verkfræði og svo síðasti stólpurinn sem markaðssetningin sem náttúrulega bara að reyna að kynna fólki fyrir því hvernig það getur nýtt sér tækni sem tæki til þess að gera meira sem náttúrulega það sem við erum alltaf að reyna að gera sem mannfólk að nota hjól eða tölvur náttúrulega til þess að eiga samskipti og svo framvegis. Þannig að við lítum á sem að við séum alveg rosalega spennandi stað akkurat núna sem við erum að uppskera erfiði allra þessa vinnu og við erum að líta á mjög spennandi tækifæri þar sem við getum stækka virkni hringsins,
unnum mjög spennandi verkefni núna í sumar með alveg frábærum nemum, sjáta þetta á nemana, Dórana, Breki, Róbert og Daniel, sem komu til okkar unnu núna í undir formerkjum nýsköpunarsjóð námsmanna og unnu alveg frábært verkefni þar sem við erum að skoða að nýta hvernig við getum nýtt náttúrulegar handarhefingar til þess að eiga samskipti við tækni í kringum okkur og svona rauðu þráður svolítið í gegnum okkar fyrirtæki þar sem við viljum reyna að ná til næst er að ná til fleiri einstaklinga, fleiri aðalega ekki festa okkur of mikið við tónlistina þó tónlistin sé náttúrulega gífurlega spennandi en við erum sammála því að við viljum reyna að hafa meiri áhrif og teljum okkur vera í frábæri stöðu til þess að geta gert það núna. Þannig að það er bara undirstrika það að það er alveg ótrúlega spennandi, margir spennandi hlutir í gangi hjá Gengi akkur núna. Já. Og bara framtíðin er bara mjög björt. Já, og það er kannski ágætt að undirstrika það aftur að þið eru náttúrulega með tilbúna vöru sem þið eru búin að vera að selja út allan heim og hefur bara gengið hörku vel hjá okkur. Já. Takk fyrir það, maður gleymir því stundum líka að þetta er ekki sjálfsagt og það eru margir klukkutímar sem liggja að baki og þess vegna er náttúrulega ótrúlega gefandi að fara inn sem við höldum út í Instagram aðgangi þar sem fólk getur séð hvernig aðrir að nota þetta og við fáum inn bara hverjum einasta degi alls konar myndbönd af þar sem fólk að nota þetta á hátt sem við okkur hefði aldrei dottið í huga. Stjórnandi sem búin að tengja þetta við tölvur til þess að stýra takti og rytma í tónlist og vann það meira þess að skilaði meðal annars inn í meistararitgerð, Karolína Æk sem er þeim er professional, þetta er Theremin sem er hljóðfæri sem var fundið upp í kringum 1918 og er með mikið notað í svona sci-fi myndum. Hún hefur verið að spila, hún spilaði notaði Wave, til dæmis hefur notað Wave allan heim á túrum, hefur farið og spilað með sinfóníuhljómsveit og Wave hefur notað á sviði þar og svo mætti lengi telja, þannig að við erum að koma, þetta tekur alltaf miklu lengi tíma að gera ráð fyrir, sérstaklega markaðsstarf og það kannski eins og segir eitthvað sem ég hef viljað læra betur og þekki betur, er bara eitthvað markaðsstarf er gífurlega mikilvægt og mikilvæg hluti og þarf að hlúa að og sinna og það gerist ekkert að sjálfu sér og það við fundið það bara þegar við fáum inn eins og frábæran starfskraftan Michelle inn hjá okkur núna í mars, hvað fór margt að gerast, það fór einhvern veginn alltaf stað og allt í einu fór að opnast tækifæri sem við sáum ekki fyrir og náttúrulega Haraldur líka standa sig alveg gífurlega vel að koma út auglýsingum og reyna að ná til fólks, svara fólki, reyna að opna á fleiri notagildi, hvað ef að gítarleikarar myndu til dæmis nota þetta, hvernig myndu þeir geta nota þetta, það er mjög stór markhópur, eða söngvarar, hvernig myndu þeir geta nota þetta, þannig að það er alls konar hugmyndir ennþá sem þarf að náttúrulega bara og sækja og náttúrulega bara og hjálpa fólki að skilja hvernig það geti nota vöru eins og Wave, ég meina, þetta er náttúrulega bara ný vara, þetta er fólk sér ekki alveg strax hvernig það getur notað þetta og svo fyrir okkur sem við erum náttúrulega eitt svo rosalega miklu tíma að forrita og þróa áfram þessi algoritma sem greina hreyfingarnar og búin að, eða mörg 100 klukkutímum í það og svo er þessi takkar og þeir geta, allt í einu þegar við fórum að tala takkana, það opnaðist bara nýr markhópur, já, ok, við getum notað takkana til þess að setja staðar í kord eða stoppa eða setja tempóið og þá fyrir fólk bara, ég get notað takkana og það er ekki verið við tölvuna þegar ég er að taka upp. Allt þetta sem við höfum enga hugmyndum bara kemur bara þegar maður er með vöru á markaði sem er náttúrulega eins og það segir, bara magna afrek og við erum bara rosalega stoltir af því. Já, þetta er mjög áhugavert og það virðist vera endaleysi möguleika með þessa vöru ykkar. Mér var sérstaklega áhugavert líka núna þú stefna með markaðsmálin að ég finnst þessu sjálfur að það að markaðssetja vöru fyrsta lagi á Íslandi er allt annað heldur en að markaðssetja alþjóðlega og það að markaðssetja þessa gerða vöru er allt annað heldur en þessi gerða vöru, skilur þetta er svo rosalega flókið eftir hvernig vöru maður er með, hvaða leiðir maður þarf að fara og hvernig maður á að nota auglýsingar og söluleiðir og annað slíkt, þannig að þetta er alveg rosalega flókið oft að finna út úr þessu öllu og það tekur bara langan tíma. Algjörlega. Við vorum að fá spurningu þarna frá Frosta, hann segir, núna eru þið eðlilega að færa framleiðsluna til Kína sem er skiljanlegt, þið hafið nú alltaf verið að framleiða þetta erlendis samt eða ekki? Já, jú, við vorum með framleiðslu í Finnlandi sem var í rauninni af því að við höfðum þess að við vorum að vinna með finnsku verkfræðifyrirtæki sem hjálpaði okkur að taka okkar hugmyndir, okkar hönnun og gera fjöldaframleiðsluhæfa. Það er náttúrulega skref sem er mjög flókið og tímafrekt ferli
og þá var í návíi við þá var verksmiðja og okkur þótti bara mikilvægara á þeim tímapunkti að framleiðsla myndi alveg vera alveg 100% og myndi ekki klikka neitt og með þessum finnsku verkfræðingum þá gátu þeir farið í verksmiðjuna og gengið úr skugga að þetta verði allt tipptopp. Við skoðum það að framleiða á Íslandi en það var bara því miður var engin verksmiðja sem við gátum fundið og í rauninni eins og ég hef heyrt þetta þá eins og Marel að færa sína framleiðslu burt af landi brott og fleiri fyrirtæki en það þarf ekkert endilega að vera að þetta sé eina leiðin en fyrir þann skala sem við erum að vinna á allavega núna að þá Kína bæði þá staðsetningin hún mjög góð allt sem við erum að allir komponentar sem við erum að sourca, það eru örugglega yfir 200 ólíkir komponentar í hringnum 25 komponentar sem við þurfum að kaupa víðsvegar að þannig að Kína, þetta er allt framleitt í Kína af því að þeir eru í rauninni einu af fáum stöðum í heiminum sem geta gert þetta og svo náttúrulega líka bara bottom line-ið, það bara að framleiða í Finnlandi kostaði okkur 11 evrur per vöru bara vegna þess að launakostnaður var þetta hár og við erum að fá nákvæmlega sömu gæði en framleiðslukostnaður fellur í rauninni úr frá sirka kannski rapar þrefalt að minnstakosti við þetta en þetta náttúrulega Frosti talaði að launakostnaður annars lítið væri náttúrulega stór þáttur í þessu öllu saman og hann velti fyrir sig hvort að þið hyggist flytja eitthvað meira en framleiðslu út fyrir landsteina. Eru þið eitthvað að stefna til dæmis að vera með sölu skrifstofu eða fara eitthvað með starfsfólki erlendis eða hvernig standa þau mál? Já, við höfum hingað til rekið þá stefnu að vera með, við viljum hafa allt okkar starfsfólk á einum stað bæði vegna þess að það verður til öðruvísi andi það verða til hugmyndir á skrifstofunni sem ekkert að gera ráð fyrir í einum PowerPoint eða í einum Excel-skjölum þannig að þetta er eitthvað sem við höfum bara lagt mikið upp úr hingað til og við hugsa allavega að við viljum halda því áfram þannig að vera með íslensk starfsfólk og vera starfsfólk á Íslandi en auðvitað getur það bara breyst meðan forsendur breytast alltaf en hingað til þá erum við bara viljum við bara reyna að stækka við okkur fyrirtæki hérlendis þannig að þetta er frábær spurning og ég meina þetta er náttúrulega bara þetta er alltaf erfið ákvörðun og maður hefur heyrt alveg dæmi þar sem að fyrirtæki eru með eins og þróunarstöðvar sérstaklega í Austur-Evrópu mikið aukast þar sem eru bara virkilega færi forritarar en bara vegna þess að þeir eru staðstir í Úkraínu þá eru lægri laun bara sem dæmi en ég held að það sé samt í grunninn til mjög skynsamlegt að hafa þróunarstofu og svo eftirfarandi og svo frameftir á Íslandi Mér finnst þetta mikilvæg og skemmtilega umræða mín skoðun er svo að það að halda fyrirtæki lifandi og ná góðum árangri fyrirtæksti er mjög erfitt og fyrirtækja framkvæmdastjórinn eins og þeir rekur fyrirtæki ber náttúrulega bara ábyrgð á því að reyna að láta fyrirtæki ganga upp, skila hagnaði og hafa ekki ákveð áhrif á heiminn í kringum sig og hann á rauninni ekki sjálfur að vera að binda sig við Ísland bara af því bara skilur það er ekki hans hlutverk að gera það er hlutverk íslenska ríkisstjórnarinnar og í rauninni bara annar aðal sem starfa á Íslandi að gera umhverfi á Íslandi þannig að þessir aðalar vilji starfa áfram og sjá sér hag í því og það er mjög jákvætt að starfa á Íslandi en ég á þeirri skoðun að ef maður þarf að færa reksturinn erlendis eða gera eitthvað til að halda honum lifandi þá verður maður bara að gera það maður hefur ekki neitt að velja sem fyrirtækjandi en á móti kemur að það er mjög margt sem að hægt að gera hér á Íslandi til þess að styðja við þessi fyrirtæki og tryggja það að þau fara ekki úr landi að einhverju leyti eða öllu leyti en þetta er mjög áhugaverð umræða og gaman að kafa dýpar hún í hana síðan mér en en það sem öll fyrirtæki eru búin að vera eða það sem hefur haft áhrif á öll fyrirtæki á þessum tímum er náttúrulega COVID-19 hafið þið eitthvað fundið fyrir því eitthvað rekstri? Já, bara ekki spurning bara eins og held ég allir við náttúrulega bara urðum af sölum bara heimur
mér skilst að eftir ferðabúnaði þá var tónlistarvörur hafi þeir dregist hvað mest saman fyrst sinn, en við erum náttúrulega líka bara erum heppin að því leiti til að við erum að selja mest í gegnum netið og við höfum þannig séð hvað var að reksturinn sjálfan hefur þetta bara allavega gengið betur en við þorðum að vona, en við höfum líka nýtt okkur það hefur náttúrulega bara dregið salan það mikið saman að við höfum nýtt okkur hlutabótaleiðina og bara af því að til þess að drýja tekjur og reyna að lengja það burn rate sem við höfum eins og lengja við getum, og bara var mjög erfið ákvörðun og ég aftur mjög þakkláttur fyrir mitt starfsfólk hvernig það brást við þessari beiðni. Það er alls ekki sjálfsagt og bara mjög erfitt, að bæði fólk náttúrulega bara missa vinnuna og við höfum að segja fólki upp og það er bara mjög leiðilegt og alveg rosalega erfitt ferli að gera, en maður bara þegar það verður ákveðið forstöðubrestur þá er þetta rétta í stöðunni, eins og segi bara til þess að halda félaginu á floti, þannig að COVID, já, þetta er bara eins og bara allir, svo held ég bara að við gerir sér engin grein fyrir hvað þetta er að hafa mikil áhrif á bara burt sér frá fyrirtækjarekstri bara á alla, þetta er bara að vera að róta í svo mörgum hlutum og kasta upp í loft, og það er stundum svolítið erfitt, og við erum að horfa tilbaka og þetta verður bara svolítið töff tími, skilur við, og ég held að þegar núna sérstaklega við förum inn í haustið, þetta verður bara mjög erfitt fyrir mjög marga, það er sjálfsögðu mjög erfitt og leiðilegt, en algjörlega. Það er svona blasir þetta við okkur, en við höfum á sama tíma eins og geta fært okkur eins og framleiðsluna til Kína, við höfum bara haldið því áfram og fundið alveg frábæra samstarfsstaði, þannig að við höfum alveg geta haldið áfram, haldið dampi, mætt í vinnuna og vegna smæðar og svo framvegis, þannig að þetta hefur verið bara töff, en ég er alveg handið sem að við komum sterkari út úr þessu fyrir vikið, sko. Algjörlega. Nú fer svona líðandi lok hjá okkur, það fyrir nú að vera komin í klukkutími af spjalli hjá okkur, þannig að það er ágætt að fara að slúta þessu bráðum, en ég vil endilega bjóða þeim sem eru að hlusta að henda inn spurningum undir lokin, ef við erum með einhverjar spurningar sem við vilja Ólafur svari fyrir ykkur, en annars er ég með svona 2 litlar spurningar í lokin sem ég ætla að spyrja þig, og fyrsta er bara svo hvaða ráð myndirðu gefa þeim sem eru að hlusta núna sem langar til að stofna sitt fyrirtæki í dag og langar til að fara út í þennan svona svipaðan farveg og þú ert í? Já, ég mér fannst þetta alltaf svo, ég man að þegar við fórum að starta upp Reykjavík, þá vorum við bara drifnir áfram þessum hug bara búa til og skapa, við vildum bara búa eitthvað til, og það var það sem að við verkfræðingarnir vorum drifnir áfram, og ég man að ég hittum Ara háskólaprófessor í HR og hittum hann á fundi og hann var svo eini sem að fannst þar hugmyndir okkar að búa til tæki sem að væri með boxi sem þú sérði í gegnum til að sjá rásirnar, það voru svo flottar, og hann var svo eini sem fannst það flott hugmynd, og öllum hinnum var bara svona, já, ég er ekki viss að þetta sé rétta, fyrirtæki, þetta er meira eitthvað sem þetta bara gera til bílskúr og bara fíblast eitthvað, og mættum líka því viðhorfið að við varum bara nördar niður í kjallara sem ættu að vera niður í kjallara, sem svo ótrúlega, sem ég held að verkfræðingar fá ekki nóg mikið kredit fyrir alltaf þá brjálæðislega vinnu sem þau leggja, en alltaf það er tangent. En svo ég var aftur núna á þegar við vorum búin að ringurum var komin út og vorum á UT-messunni og var að minna hann á þetta, og Ari náttúrulega hokkina reynslu búin að vinna fyrir NASA og lifa og hrærast í kísitalunum og svo framvegis, og hann sagði allavega fyrir bakgrunn sem við erum sem er verkfræðibakgrunn, hann sagði að það skiptir mestu máli er bara að hafa drifkraftin, allt hitt, það kemur bara, og mér fannst þetta mjög svona gaman að þetta svona áhugaverð hugmynd, bara af því að hlutir alltaf að breytast og þú ferð að stað með einhver ákveðin hugmynd og ég held að aðlögunarhæfni skiptir meira máli en að þú sett með einhverja brjálæðislega góða hugmynd til þess að byrja með. Þannig að jafnvel þó þú sért með stað með hugmynd þá er það allavega eitt og sér nóg, en á sama tíma myndi ég segja að þetta er alls ekki fyrir alla, og ég held að frumkvöðlastarf sé ég held að margir séu mér rosalega svona
svona þetta sé bara rainbows and butterflies endalaust, en það bara svo langt frá því að vera satt. Þannig að ég held að maður þurfi á sama tíma að vera meðvitaður að þetta sé nú bara ansi mikið hark. En þannig að þetta þú veist, þannig að ég rauninni ekki með betri skilaboð en þetta, sko. Og bara fara að tala við fólk, þú veist, heyra við fólki sem að þú lítur upp til, getur hjálpað þér, það kannski eina. Mér fannst mér finnst að skulle nefna þetta út af því að ég setti skoðanakönnun inn á Facebook-grúpunni Íslenskir frumkvöðlar fyrir nýlega. Hvað væri svo hvaða eiginleiki mikilvægastur til þess að frumkvöðl náði árangri, og ég held bara að 90 og eitthvað % hafi sagt sko bara þrautseigja, bara halda áfram og ekki gefast upp. Mér minnir að það hefur verið útkoman úr skoðanakönnunni, og það svolítið svona það sem að frumkvöðl þarf að hafa, bara vera að halda áfram, jafnvel þótt að aðrir segja þetta sé heimskulegt og svoleiðis, það er ekkert endilega víst að aðrir hafi rétt fyrir sér. Ég hef bæði það með hugmyndir sem aðrir hafa kallað heimskulegar og ég hef látið það ganga upp, en ég hef líka sjálfur gerst sekur það að segja við einhvern annan að þeirra hugmynd væri ekki sniðug, og svo gekk hugmyndin upp og gekk mjög vel upp, sko. Já, nákvæmlega. Það veit aldrei nákvæmlega, sko. Nei, nákvæmlega, eins og segir svo þetta líka bara ytri þættir sem maður hefur enga stjórn á, og rétti tímasetningar og allt þetta, þú veist, þetta náttúrulega bara, og það náttúrulega bara, það bara eins og lífið þú veist, og oft koma hugmyndir upp og ná einhverju smá siglu og svo deyjar alveg niður, og svo bara til þess að fara á flug eftir 20 ár, skilur, þegar tæknin er orðið nógu góð eða guðum og þetta hvað, sko. Þannig að eða það er allt í einu bara kemur COVID og það allt í einu bara fara allir að nota fjarfundabúna, og þá að opna fullt af tækifærum fyrir, þú veist, bara sem dæmi, skilur. Og hann með spurningu, hann Frosti hérna til þín, hann segir, má ég spyrja hvað long-term planið er það licensing eða það beinsala? Það er þó átt við líklega hvort að þið ætlið að halda áfram að selja vöruna beint, eða hvort þið ætlið að licensa tæknina og hönnurina til einhvers annar sem getur þá selt. Já, einmitt, þetta er náttúrulega bara mjög góð spurning, sko. Ég held að ég sé ekki alveg með nógu gott svar akkurat núna. Þú veist, við erum bara alltaf að reyna að vinna í strategíu og reyna að átta okkur á því hvaða virði við erum með í höndunum, og sækja ykkur ráðgjöf og þekkingu hvað það varðar, en þetta er flókin spurning og er rauninni mjög, þú veist, ég held að það sé erfitt að gera bæði í þessum málum, en þannig að ég er ekki með neitt gott svar því miður. Nei, það að vita að maður hafi ekki svarið gott svar líka, það er sérstaklega í fyrirtækjarekstri stundum, maður getur ekki vita allt. Og lokaspurningi mín er bara, ertu með einhverjar bækur eða vefsíður, myndbönd eða eitthvað annað efni sem þú myndir mæla með fyrir frumkvöðla, eitthvað svona sem að hefur eða kennt þér eða frætt þig eitthvað? Já, sko, ég man bara þegar ég var að byrja þá sökti ég mér algjörlega ofan í ritgerð Paul Graham, og þær hjálpuðu mér alveg þokkalega, en þetta var náttúrulega bara, ég áttaði mig seinna að þetta væri eftir kannski meira við hugbúnaðar fyrirtæki, margt af þessu sem hann er að tala en svo er ég líka bara já, bara einmitt, og það er bara, hann hefur gefið út fullt af ritgerðum á vefsíðu sinni sem eru, þú veist, ennþá bara gulls í gildi í dag og mjög áhugaverðar, og líka Hackers and Painters sem er svona samansafn af ritgerðum sem hann hefur gefið út, sem eru, ég las alveg bara, ef ég hefur sjaldan lesið eina bók jafn oft þegar ég var að fara á stað. Svo þetta CEO Hot Seat, Dan Shapiro, hann er núna framkvæmdastjóri Glowfort sem eru laser 3D skurðavél, þannig að þetta er margt af þessu, þetta er eitthvað sem ég tengi við, og hann hefur stofnað 4-5 fyrirtæki, 2 af þeim sem hann hefur selt áfram, og hann stofnaði líka, eins og við talaðum crowdfunding, þá var hann með spil sem heit Robot Turtles, og var spil sem að náði þeim árangri að vera hvað flestir bakkerar á spili, og svo var Glowfort fór hann líka á Kickstarter með það, og þá safnaði hann, held ég, 28 milljónum bandaríkjadollara á Kickstarter. Þannig að hann svona, margt af þessu er eitthvað sem maður hefur litið upp til, og margt í hans stefnu sem er mjög áhugaverð fyrir okkur sem vélbúnaðar fyrirtæki, sko. En það er engin önnur bók sem er svona dettur í hug í svona fljótu bragði.
Þetta bara glæsilegt, en Ólafur, ég vil bara þakka alveg fyrir það, gefa þér tíma til þess að spjalla við okkur og vera með í frumkvöðlaspjallinu og ég hlakka bara mjög mikið til að fylgjast áfram með þér og hvernig þið breytið heiminum með Genki Instruments. Já, takk fyrir það, Haukur. Bara heiður að fá að spjalla við þig. Það er frábært framtak hjá þér. Takk allir saman og við sjáumst öll aftur næsta þriðjudag klukkan 10.